Áður en ég byrja, ég ætla að láta ykkur vita að allar myndir sem að birtast hérna á skjánum eru teknar með Nokia Lumia 1020 síma. Ýmist af mér eða mönnum eins og Páli Stefánssoni sem ljósmyndari hjá Iceland Review. En ég ætla að tala af hverju skiptir það máli að vera með góða myndavél í símanum sínum. Cirka 700 miljón, eða yfir 700 miljón myndum postað á social network á hverjum einasta degi í dag. Þetta eru Facebook og Twitter, Snapchat og fleira. Þannig að hvað þetta eiginlega að segja okkur? Jú, það að segja okkur það að ljósmyndun skiptir fólk rosalega miklu máli. Þeir sem eru með snjallsíma, þeir eru að taka myndir hverjum degi, hverju viku eða hverju mánuði. Það fer í rauninni nákvæmlega eftir því hvaða gæði eru í gangi í tækinu sem það að nota. Nokia hefur alltaf lagt mikla áherslu á þetta. Það eru svona cirka 10 ár síðan þeir gerðu samning við Carl Zeiss, sem stór linsuframleiðandi, og þeir hafa verið með Carl Zeiss linsur í sínum bestu myndavélasímum síðan. Af hverju? Jú, það nákvæmlega vegna þess að við viljum, þegar við erum að taka myndir, þá erum við að taka myndir af einhverju sem við viljum eiga mynd af. Þá skipta gæðin máli. Hvenær eru langflesta myndir sem teknar á snjallsíma eru teknar við slæm birtuskilyrði. Það að segja á kvöldin, partíum, á djamminu. Þetta eru algengustu myndirnar sem eru teknar á snjallsíma og þar skiptir alveg höfumáli hvað síminn getur í rauninni gert við slæm birtuskilyrði. Í Nokia Lumia 1020 og reyndar fleiri Lumia símum að þá linsan fljótandi sem gerir það að verkum að ljósopið getur verið lengur opið en gengur og gerist almennt í símum. Það þýðir að hann tekur bara meiri upplýsingar inn. Eins eru þeir með Lumia 1020, hann með Xenon Flash. Xenon Flash sambærilegt við það sem bara í hefðbundnum vasamyndavélum sem eru reyndar svona smátt og smátt að hverfa á markaðnum vegna þess að myndavélar bara almennt í snjallsímum að vera betri og betri. En eins og við sjáum á myndunum sem að renna hérna, að þá þetta að ná alveg ótrúlega flottum myndum í dag á Lumia síma og bara síðast í gær, sáu þið norðurljósin í gær. Þau voru alveg ótrúlega sko. Þetta eini síminn sem ræður við að taka norðurljósamyndir vegna þess að þetta eini síminn sem að ég get breytt shutter tímanum og fært hann upp í 4 sekúndur og ég get manual stilt shutterinn, white balance, ISO og allar þessar manual stillingar sem að hinga til hafa aðeins tekst á DSLR-vélum, Canon og Nikon og slíkum vélum. Síminn enda líka mest borin saman við DSLR-vélar á markaðnum, ekki við aðra síma. Það mjög auðvelt að þekkja þennan síma á útlitinu. Það alls staðar þar sem fólk sér hann, þá veit að þetta myndavélasími og þó að allir snjallsímar í dag séu með myndavélar, að þá eru þær mjög mismunandi góðar. Svo kemur kannski að því sem að heitir vídeótaka. Það þekkja það rosalega margir að fara á tónleika með uppáhalds tónlistarmannum sínum, taka upp símann, taka upp eitt lag eða svo og kemur svo heim og fyrir að hlusta á þetta og það eru ónýt hljómgæðin. Ástæðan fyrst og fremst svo að það ekki verið að hugsa þessa hluti í flestöllum símum, en þetta eitt af því sem að Nokia bætti einnig við í öllu konseptinu í sambandi við vídeó og ljósmyndun, það að hljómgæðin verða að vera í góðu lagi. Það erum við með hérna, þannig að ég get verið á hvort sem það á symfóníutónleikum, rocktónleikum, R&B, hvað sem og ég að fá frábær hljómgæði. En svo þeir að ganga ennþá lengra hérna. Þið sjá stærðin á þessum,
Þetta sá sem að koma á markað, bara svona til þess að bera saman stærðina. Það sem að taka ennþá lengra hérna í hljóðupptökunni, að hérna ég komið með 4 mikrofóna og þar af 2 stefnuvirka. Þannig að ég get verið að taka upp ræður frá manni sem stendur langt í burtu eða bara ennþá betri tónleika. Ég skora ykkur að kíkja til okkar hérna á básinn okkar, opin kerfi, og hérna þið getur fengið að skoða til dæmis norðurljósamyndir og fleira. Takk fyrir mig.